Tæknimenn á Landspítalanum halda sumum lækningatækjanna gangandi með ótrúlegri útsjónarsemi. Mörg þeirra eru orðin gömul og borið hefur við að erlendir læknar hafi kvartað undan ófullnægjandi tækjakosti. Tækjakostur á Landspítalanum að verða mjög úreltur enda hefur verið skorið niður til tækjakaupa alveg síðan spítalarnir voru sameinaðir. Sem dæmi má nefna að vökva og sprautudælur eru orðnar gamlar og úreltar en þær eru notaðar í hundraðavís á spítalanum. Sama má segja mónitorkerfi á gjörgæslunni í Fossvogi, svæfingatæki og leysertæki. Þetta hjartaþræðingatæki hér er eitt af 3 slíkum tækjum hér á Landspítalanum. Þetta tæki er 15 ára gamalt og er elsta tækið og það þarf að fara að endurnýja það. Eitt nýtt svona tæki kostar 200 milljónir króna. Hjartaþræðingatækið er eitt af 3 stórum tækjum sem brýnt að verði endurnýjuð fljótlega. Hinn eru æðaþræðingatæki í Fossvogi og annar af 2 línuhröðlum á krabbameinsdeildinni. Við höfum teljum að það er þessi brýn þörf fyrir endurnýjun á tækjabúnaði sem minnstakosti fyrir milljarð og þetta náttúrulega þá langtíma þarf fyrir enn frekari endurnýjun. 260 milljónir króna eru settar í kaup á tækjum á fjárlögum í ár. Það sem hefur bjargað okkur er að tæknifólkið okkar hefur verið alveg frábært að halda þessum tækjum gangandi þannig að þrátt fyrir allt þá held ég að flest þessi tæki séu að gera það sem að gera þarf. En það er vissulega þannig að ef það er ekki fullnægjandi tækjabúnaður þá getum við þurft að senda fólk erlendis og í kannski verstu tilfellum ef mjög mikilvægur tækjabúnaður virkar ekki að þá geti skapast hættuástand. Dæmi eru að erlendir læknar komi til Íslands til að gera aðgerðir. Það hefur náttúrulega borið við að þeir hafa kvartað yfir ófullnægjandi tækjabúnaði og svona kannski næstu því ekki viljað að gera aðgerðir á þeim tækjabúnaði sem við höfum upp á að bjóða.